hérna dæmi í kafla 14.6, þetta annað hvort 13 eða 27 eftir hvað útgáfa bókin niður með. Og hérna ætlum við að heilda fallið x í öðru pluss y öðru pluss z í öðru yfir það svæði sem fyrir ofan keiluna zeta eftir að sé sinum rótin af x í öðru pluss y öðru og inn í kúlunni x í öðru pluss y öðru pluss z í öðru eftir a í öðru. Kúla með radíus a og miði 0,0,0. Og þá þurfum við fyrst að gera okkur ljóst hvernig þetta svæði lítur út. Ég ætla að pröfa að teikna þetta bara strax í MATLAB. Og fæ ég hérna. Þetta er þessi svæði sem inn í þessari keilu. Ég valdi mér bara eitthvað set fyrir myndina. Og undir hérna þessu kúli yfirborði. Og hérna er góð hugmynd að skipta yfir í kúluhnit. Og það sjáum við vegna þess að þeta fer allan hringinn í kringum zeta ásinn og phi getur farið frá 0 og akkurat hérna þar sem þau skerast. Það þurfum bara að finna út hvað hot það myndi vera. Ró er alltaf það sama, við erum alltaf jafn langt frá miðinni ef við erum að heilda hérna yfir þetta hérna. Þannig að við skiptum í kúluhnit. Kúluhnitin líta svona út, já. Og við þurfum að ákveða á hvaða bili stærðin okkar að vera til að við lýsum svæðinu. Nú, ró er fjarlægð frá miðju. Það er radíusin okkar. Þannig að ró er á bilinu 0 til a. Radíusin á kúlunni er a. Phi er eitthvað sem við þurfum að hugsa aðeins um. Það er hornið sem myndast við pósitífan x-ás, en það er mest frá 0 og upp í pi. Og þeta ætlum við að ákveða bara strax að sé frá 0 og upp í 2 pi fyrir alla hringinn í kringum zeta-ásinn. Og phi er aðeins smá galdur. Pröfum að skoða bara þegar við erum í x eftir 0 planin til dæmis. Hvernig lítir þá keilan okkar hérna út? Þá erum við með zeta er eftir c-snum rótin á 0 pluss y í öðru. Sem bara c-sinum y. Það er sambandið á milli c og y er að fara að gefa okkur hotnið hérna. Með y, nei, zeta og y fyrir ekki. Svo erum við hérna. Þá skulum við hafa það aðeins. Þetta er zeta eftir c-sinum y. Hallatalan er c. Þannig að hotnið hér, phi-ið mitt. Þegar það finna það, þannig ég vel mér bara hérna, segjum ég taki 1 hérna. Á x-ásnum, þá er ég með c sem 1 á y-ásnum, sem c hérna. Og ég róta bara hotnafallarregluna til að segja að tangens á hotninu mínu þarna er 1 á móti c. Þannig að hotnið mitt er arcus tangens af 1 á móti c. Það er hotnið þar sem það skerast hana. Ja, keilan myndi þetta hotn, menn ég. Og þá erum við komið mörki mín á phi, við fyrir frá 0 og upp í arc tan af 1 á móti c. Nú, ef við ætlum að gera breytuskipti yfir í kúluhnit og við erum búin að ákveða hvaða phi, þeta og ró lýsa svæðinu okkar, þá þurfum við að gera breytuskipti líka inn í fallinu okkar og í d-vaff. Og í kúluhnitum þá er d-vaff alltaf ró í öðru, sinus phi, d-phi, d-theta, d-ró. Í staðan fyrir bara d-vaff í kartesiskum með dx, d-i, d-zeta, þá í kúluhnitum þá bætist við hérna ró í öðru sinus phi. Og svo gerum við breytskiptin á x í öðru, y í öðru og z í öðru, og við setjum þetta allt hérna inn og þetta uppfylla, þetta er kúluhnit, þá verður þetta sjálfsögðu bara ró í öðru. Það er ekki samfara, getur pröfað að rekna út. Þannig að heildið mitt og x í öðru pluss y í öðru pluss ró í öðru. D-vaff er heildið af ró í öðru, það er fallið mitt. Og svo kemur d-vaff hérna, það er ró í öðru sinus phi, sinus þeta, sinus ró, sinus, já, vantar sinus, vantar d-phi hérna, d-vaff er sem sagt þessi hérna stærð, þeta er bilinu út í 2 pi, ró er að bilinu 0 upp í arctan
og phi er á bilinu, nei, fyrirgeðu, mér er nú ruglað þessu, skulum bara skipta hérna þægilegast. Rho er auðvitað radíusinn minn frá 0 upp í a. Þannig að við heldum þetta. Það er þetta jafngildi að segja, ég ætla bara að helda rho í fjórða. Margvalda með það sem ég helda sinus phi á viðeigandi bili. Og margvalda það sem ég helda 1 til þeta. Þannig að þetta verður rho í fimmtu. Þetta verður mínus kosinus phi á þessu bili okkar. Og heilda við einum yfir bílalengd 2pi er þetta bara 2pi. Þannig að út úr þessu fáum við svo mikið sem 2pi deilt með 5 sinnum a í fimmta sinnum 1 mínus kosinus af arktan af 1 á móti c. Þannig að sjáum við skiptum yfir kúlhnit, þá gætum við einfallega, það var fallið okkar mjög einfalt sem við þurftum að helda yfir, sem við þurftum að helda, og við gætum að einfaldan átt ákveða hvað er það mörkinn okkar.